Welcome to Love Island Chat. Good morning, bitches. Love Island Chat. Herru, við verðum að byrja á því að lagfæra misskilning. Það kemur út þáttur á sunnudum. Já, við einhvern veginn vorum bara búin að gleyma því, ég skil ekki alveg hvað gerist. Nei. Eitthvað slöknaði inni, Já. við erum, já, það kemur ekki fyrir aftur. Nei. Ef við bara byrja á þætti 1. Já, þáttur 1. Þau eru á Spáni. Þið eru á Spáni? Já, þau eru á Spáni, þau eru ekki í Afríku. Ég held að þetta væri nefnilega nýja villan. Nei, þetta er gamla villan. Er það gamla villan? Já, þetta er villan sem Amber og þau voru í. Ok, já, þess að maður Já. marga villur var að gleyma þeim. Þetta Já, er gamla villan og þetta eru ekki í Afríku eins og voru þegar þau gerðu Winter Season. Já, 2020 séu hérna. Já, þannig að þau eru komin eftir til Spánar, sem er geggjað. Sem er svona OG á þeim. Klárlega. Mesta svona breski jumpstæðar í heimi er Mallorca. Oh, she's up. Oh my dad. Herru, And Q Embla. Q Embla. Jæja, við erum 3. Jæja, við erum núna 3. Það er mikið af pælingum hjá mér með nýjar reglur hjá þeim. Eru komnar nýjar? Nei, mér finnst þess að það séu svona, ég veit ekki, ég náði ekki að lesa til það, skilur, en finnst þess að sé meiri áfengisneysla núna. Finnst þér ekki? Ég Ég veit hef aldrei séð þau síðan í seríu 1 og 2 og 3 og það, Já. með svona mikið áfengi og svona mikið að þú veist það bara rosavín, hvítvín, Já, freyðvín, reyndar rétt. Rauðvín. Já, það er reyndar rétt. og svo voru þið bara með svona koktelaglas eins og rom og kók. Já. Ég var geðið mikið að spá í þessu, ég var svona, er búið að breyta ekki reglunum, er þetta svona... Þegar reglurnar voru þannig, þau máttu fá 2 vínglös á kvöldi til. Mhm. Og þau voru bara merkt, þannig að það var bara, þú veist, Brad 1 vínglas, Brad 2 vínglas. Og þess vegna var svo mikilvægt, en þess vegna, ok, fyrir maður eftir, en þegar þau fóru að rífast, hann segi, Faye, you can have my glass of wine. Skilur, það ekki stórt, af því að hann fær bara 2, Já. þú mútti eiga mitt. Sagði þetta? Já. Ok. En Ok, það getur verið að segja eitthvað breytast. Ég ætla aldrei að tekið eftir þessu, og þú veist, ég hef ekki séð að þú heldur verið að drekka bjór. Kannski er bara að pæla ekstra mikið í því núna. Já, kannski. En þáttur 1 var bara svona að kynnast öllum, þáttökundunum. Já, og það var enginn sem steig fram fyrir Tóbi, eða ekki? Já, og enginn fyrir Hugo. Ég var með glósubók, en ég glemdi henni heima. Já. Ég var með mjög dítalega glósubók, hver steig fyrir fram fyrir hvern og allt bara. Ég bara, damn it! Tökum hana næst, Já. við erum með næst, Já. sko. En já, en líka það, fyrsti þáttur, ef þú ert að byrja að horfa á Love Island núna, ef þú aldrei horft á það aftur, hann er alltaf ómerkilegur. Og þetta er alltaf svona, get cringy fyrst, og maður er svona get ekki að tengja við neitt fyrst, það er alltaf þannig. Maður er svona, þetta er umrætt fólk. Já, alltaf. Þú veist. Every time. Og svo bara, þú veist, you learn to love them. Ángríns, sem að kynnist maður þeim. Já. Það er svona, maður dæmir einhvern veginn alltaf alla fyrst. Klárlega. Það er svo fyndið. Klárlega. Herru, förum við verið í þátt 2. En þar vil ég taka fram að þegar Chloe kom, þá var hún alveg bara the new arrival. I got a voice note. Já, það voru allir brjálaðir. Bara því að voice note eru nýja text message. En það var svo bara eitthvað 1 skipt. Já. En röddin hennar, ég var bara, okay, Já. she's gonna be in trouble, sko. Og she is. Vistu það? Já, hún var það alveg, held ég. Heldur það ekki? Mér er svona come off sem svona geð mikið svona trouble gæla á gani. Svo er hún bara, og ég held hún væri svona típa svona til að stela öllum gæðum. Svo er hún bara svona, horfir á þessum Brad með myndalegu piltur, skiluru, eins og allir tala Svo var hún bara, hann er ekkert skemmtilegur. Já, reyndar true. Hún var alltaf bara svona, já, þetta var ekki að virka. Hún var ekkert eitthvað að sækjast í alla bara út af ykkur. Nei, hún var bara svona, svo valdi hún, já. Já. Smá spoilers. Fram í þetta, en við erum samt, já. Þáttur 86. En það er svo fyndið, mér er svo ógeðslega eitthvað sad, hvað allir er alltaf bara, það er eitthvað nýr að koma, það hlýtur að vera betri en fólki sem er inni. Fólki hugsa alltaf þessi grasið sig grænt Já, en svo er bara svona, þetta er bara nákvæmlega sama manneskja og þið basically, nema bara hún kemur að setna. Já. Þetta er ekkert endilega bara betri manneskja en gælan sem er með, Nei, klárlega. Svona, chillax. Þar og í þætti 2, þá var líka fyrsta svona challengeið. Það var var það ekki Horny Devils? Já, það ekki. Jú. Ég var þetta bara svona, er þið smá svona að keppast við Too Hot to Handle? Út af Horny Devils? Það er bara svona,
allt svona horny, Já, jú, gæti verið, sko. Ég veit ekki, þess vegna held ég að regluna var kannski aðeins búin að vera meira líbó út af því að Já. Too Hot to Handle er alveg svona Giving them a run for their money. Já, það er meira svona savage þættir. Já, true. Þeir tala svo mikið kynlíf og það er bara... Já. Það var einhver af þeim í fyrsta introinu sínu. Minnir að það hafi verið Cass, sem ég bara svona, ok, á þú kannski heim í Too Hot to Handle? Já, hún sagði eitthvað svona, já. En var það ekki eitthvað, var hann ekki að tala um að hún var alltaf með fá fullnægjandi svefni eða eitthvað? Jú, það var eitthvað henni, ég man það ekki. Ég var eitthvað allavega. Það var eitthvað allavega. Ég var bara, are you on a run show, Too Hot to Handle, já. Já. En það var fyrsta challenge-ið, það var þarna eitthvað Horny Devils og ég skrifa niður dodsaði kossin, en það var þegar Shannon dodsaði kossin frá, var það ekki Aaron eða eitthvað? Shannon er mest bombshell sem ég sé að æfina mig, hjálp mér. Já. En hvað var hún ekki, hvað var hún leiðileg? Og líka, hvað fekk hún stuttan tíma? Ángríns, þeir voru bara, ok, hún er ekki að fara, þú veist, prófa sambönd, skilur við. Hún var bara að ringjuninni. Og bara við verðum að gera þetta fæst í strax. Já, þau eru að leita góðu TV, það er ekki gott TV og hún getur ekki einu sem gefa hann mömmukost, skilur. Nei, já, ágækjað punktur. Hún frelst svona alla og svona, þau vilja hafa fólk sem er að prófa sig áfram og, þú veist, hún var bara ekki típan í þetta, elsku besta. Algjör bomba samt, sko, algjör bomba. Og ógeðslega leiðilegt að sjá hann fara. Svo í sama challenge skrifa niður, þegar það var sagt eitthvað svona, oh, this one has had sex in the middle of the road. Já. Og Shannon var bara, já Aaron, bara þú vildi kissa hann aftur. Já. Já. Nei, við Shannon? Shannon, já. Nei, Sharon. Sharon, já. Já, Sharon, sorry. Hún var bara strax bara eitthvað, já. Það er bara Aaron. Aaron, mér er mjög fyrir mig. Aaron. Förum í þátt 3, þá er fyrsta recoupling. Og þá er stelpurnar að velja og Chloe og Aaron. Þarna var hún alveg svona, já, ég er alveg að væpa hann. En sáum síðan að það var ekki mikið, sko. Nei. Shannon fór heim, en það skipti kannski ekki neina máli þegar hún var ekki... Því hún tók náttúrulega gæjan af. Shannon, já. Já, þannig að Shannon varð single. Og þess vegna var send heim. Hún var ekkert send heim út af einu öðru. Nei. En samt var ég svona, það voru kannski með 2 SMS í gangi, bara ef það væri Shannon út með hana, af því hún er ekki að væpa í neini. Því hún er ekki að taka þátt. Já. Eða var, þú veist, eða það hefur eitthvað önnur gráð bara, oh, you're not single, eitthvað, skilur við. Já, það geti alveg verið. En það gerist alveg ofta að það séu single. Mjög oft. Mér varst alveg sjokk í hvað var stemma send heim. Ég hef aldrei séð þetta gerst, sko. Svo Hugo og Sharon, þau bara hata hvort hana. Já. Basically. Sharon er líka alveg savage, sko. Já. Og svo var vorum við fyrsta dateið í þætti 3. Þátt 3, fyrsta dateið. Akkur skrifa ekki hver það var, ég man það ekki núna. Fyrsta dateið. Var það, hver aftur með fyrsta dateið? Fekk eitthvað par fyrsta date? Já. Var það, ég man ekki hver það var. Ég er búin að horfa ómikið á Too Hot to Handle. Var það Liberty og Jake, kannski? Man það ekki. Það getur verið. Úps. Og svo var í þætti 3 voru líka með þetta fyrsta svona mönunar bírpongið. Savage, þegar Brad fær kistu þann sem þú ert mest hrifin af og svo sem þú ert minnst hrifin af. Svo sem þú minnst kisti Chloe fyrst, hún sé mest hrifin af henni, og svo Faye þess að vera bara minnst. Og þau voru svona í pari, þau voru couple, Brad og Faye. Þetta var alveg... Þetta var savage, sko. Já, þú veist, eins og Sharon sagði bara, þú verður ekki að kiss mig, við erum bara homies, skilur við. Nákvæmlega. Já, og þar kom, eftir að hann búin að kissa bæði Chloe og Faye, fyrsta rifrildi. Og Faye, þarna sá ég, Faye verður stór spilari í þessum þáttaserju, því að hún var bara putting it on him, sko. Já, hún var reið út í hann, sko. Já, alveg með það, standa upp fyrir sjálf, því að þetta var alveg ljótt, sko. En eina sem við erum búin að ræða sem við skiljum ekki er að hún er alltaf að segja hvernig getur fíla Chloe og ekki mig, af því við erum alveg eins. Ég er svona, girl, honey, no. Þeir eru sko gjör ólíkar. Og svo að þeir telli sig vera ljósherða. Já, ég var alveg svona, þú ert ekki ljósar, honey. Nei, þú ert bara svona skólherð. Já, smá dökkhærð, sko. Já.
bara, she's a blonde like me, bara, just sign. Já, bara, no. No, honey. Það eru svo ólíkar, sko. Svo ólíkar, þannig ég skil ekki alveg. Hún horfði á hana bara, as me. Já. Svona, nei. Líka bara karakterinn og allt, skilur. Bara svarta hvítt, sko. Og líka bara, já, ég veit ekki. Það eru alveg ólíkar, sko. Já, skildi ekki, þetta er mjög skrítin hlutur að segja. Akkur myndir vilja hana þegar þú ert með mig og við erum alveg eins, sko. Já. Og það hlýtur þá að vera persónuleikinn. Það hlýtur að vera. Ef þú heldur á sérst, já, ég veit það ekki. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst það face, sko. Nei, ég sammála, ég er svona fíla hana og fíla hana ekki svona inn á milli, en ég veit bara að hún verður stór í þessum þáttum af því að hún bara svona segir hlutina eins og þeir eru. Hún minnir mig pínu kannski á karakterinn sem Shauna var. Já, ég hugsaði líka Shauna. Og ég hugsaði að hún verið mocked off, bara brutally. Já. Og þú veist, eins og með hérna, ok, fyrir maður aftur í það eftir bara, eftir við komin. Við vorum í þátt 3, en einmitt eftir þetta rifildi, eins og hún tala áfram með áfengismagnið, eftir að við rífast, þá segir einmitt Brad við hana, hún rífast við Brad, og segir þú mátt eiga vinglasið mitt, sem er alveg svona hjúts, ef að þau eru með. Ef að þau eru bara með 2 glös, má hann gefa? Það, sko, ég veit ekki hvort það megi, en ég veit til dæmis að í seríuna sem Mora var, þá var Mora ofta að stela vinglasum af öðrum. Þannig að hún hefur sagt það eftir á, sko. Þannig að það er líka hægt, ég veit ekki. En já, í þætti 3 voru síðan Chucks og Liam kynntir til leiks. Chucks a.k.a. Oliver. Já, okkur heit hann Chucks. Mjög skrítið nickname. Bara alveg. Ég var líka bara, þegar ég var að reyna að skrifa niður hvað hann hét, ég var bara, byrju, hvað sagði hann? The Cuddles and Hugs. Já. What? Ég bara, my name's Oliver, ég bara, Okkur komst ekki inn sem Oliver. Já. En já. Núna passar Oliver ekkert við hann. Ekki neitt. Svo er það þátt 4. Og þá var það. Það var náttúrulega date. Já, í þætti 3. Sharon og Faye. Sharon fór með Chucks og Faye fór með Liam og var bara strax skotin í honum. Það er þetta að segja það. En finnst þér Liam vera skotin í henni? Nei. Finnst það bara ekki? Nei. Hann er bara að halda sér í viljunni, sko. Ég held það. Síðan komum við í þátt 4. Þá var fyrsti kossinn fyrir utan svona challenge. Fyrsti svona alvöru snuggle kossinn einhvern veginn. Og það var Sharon og Aaron. Voru þau fyrsti kossin? Voru Liberty og Jake ekki búin að kissast fyrir? Nei, og svo komu þau í sama þætti og kysstust líka. What? Já. Og hérna, og svo líka þegar á meðan Faye var á deitinu með Liam, þá gleymdi hún bara hver Hugo var. Og sást það, hún var bara Hugo Who. Já, þau voru aðeins eitthvað Þú voru aðeins að væpa. Chatta, já, og hann var alveg að fíla hana mikið. Já. Það var alveg sad. Þáttu 5, þá segir Faye einmitt við stelpunar Hugo Who. Nei, það? Já. Elsku. Litla rude, sko. Ég held hún hefði þetta að halda sig við Hugo, sko, því ég held að Liam sé playing her. Já, hann er player, sko. Faye var líka í Crocs, sko. Það var líka ykkur annar í Crocs, sko. Ég var bara, líka Chucks. Það er rosalega mikið Crocs núna, sko. Mér finnst bara svo fyndið að Chucks hann að vera í Crocs, það var svo stórir. Hann var hjúls. Ég var bara svona, eina sem ég sé er þessu bleiku Crocs, sko, sem þú ert í. Já. Og það er allir hinum á tonnum einhvern veginn. Já. Svona, akkurat í Crocs. Já, ég var bara, what are those? Ég skrifa hérna Cass og já, þarna var líka recoupling í þætti 5. Og þeir sem enduðu saman var Cass og Toby. Ræðum aðeins þau. Toby er 0 hrifin af henni. Já. Því miður. Ok, ef við svona tala hvað Toby er líkur Wes. Nei, þetta er að fyndast í heimi. Ég ætla að setja myndbandið hérna inn. Já. En hérna, Wes sem var sérst, já, í seríunni með Megan og eitthvað, að hérna, hann og Toby eru eins og Wes postaði á Instagram í gær bara svona, you're gonna do me like that? Já, það bara mynda þeim hlið, hann var bara do me like that? Eitthvað, það fokkin við þið. Fokkin gott. Oh, you motherfuckers. Okay. All right. I'm putting cases on all you bitches. Huh? You think you can do this shit? Jay! You think you can do this to me? En já, með Cass, hún er alveg skotin í Toby, sko, en hann virðist ekki vera skotin tilbaka. En samt var hún eitthvað að segja, mér var alveg sama einhvern veginn, þú veist, ég vildi bara myndi segja mér það eitthvað. Já, hún sagði, skilu, þú veist, hann er ekki að ýta mér í burtu frá sér, en hann er samt ekki að gefa mér neitt nema ég sé að gefa honum eitthvað, þú veist, svona eitthvað affection. En já, sagði síðan bara, þú veist, ég myndi bara vilja, hann myndi bara segja mér það strax. En þeir eru ekki að fara að gera það þegar örlögin er ekki þeirra höndum. Já. True.
Sharon og Aaron, þau coupled up, þau eru alveg sterk saman. Já, mér finnst þau cute. Já, þau eru alveg... Þetta kom mér alveg óvart þetta par, svona fyrst þau voru að byrja að spjalla, svo allt í hennu voru þau bara klick. Já, bara gett mikið að væpa, Já. sko. Þannig að Mér finnst þau mjög cute. mjög cute. Þannig ég held að þau gæti alveg verið svolítið lengi saman. Þau eru comparable. Já, compatible. Ég held að þau... Setjum svona bold á þau, af því við ætlum að halda svona að þau halda áfram. Já, ok. Þannig munum hvað við segjum. Ok. Hérna, Ok. ég held að þau, já, held að þau endist lengst af Já, öllum ég sem held eru þau núna. strong, Já. sko, sammála. Síðan var það Liberty og Jake. Ég var alveg að trúa að lúmsta þau fyrst, svo núna er ég alveg svona... Já, ég held að Eftir Jake það. sé líka bara, því hann er búinn að vera, og þau er búið að vera að spyrja hann eitthvað svona, would your eyes wander, skilur? Já. Og hann bara, já. Bara strax. Hann var sko svona Já. að svara, hann bara, já. Bara ég ætla ekki að ljúga, þetta bara svaraði já. Já. Bara, Og hann sagði bara, ef einhver önnur ljósa stelpa kemur inn, maður já, bara ef slakaðu einhver á. með ljósaðan með bláu augu eða græn og náttúrulega sætur tær. Já, Hvað er málum þetta tófættis? ég skil það ekki, hann og... Og Liam, eða ekki? Og Liam. Var það ekki? Ég man að Finley var, hérna Finley. Finn. Finn. Já. Hann var með þvílíkt tófættis Já. líka. En þetta er bara fyrsta sem Jake segir og svo þegar Liam og Chucks kom inn það segir þetta og hann segir já ég líka. Aha. Já ég held það var Liam, frekar en Chucks. Ég var bara svona, hvað? Er þetta þeng? Já, mitt. Komið þið tásu emoji undir ef þeir eru með true fetish. Láta okkur vita. En Liberty og Jake, ég held að það endist stutt, sko. Já, hún er ógeðslega mikið að væpa við hann og hann Já. var alltaf fyrst, hann var alltaf bara ekki já, svo byrjaði að væpa, hann var bara svona, en hann samt svona einhvern veginn. Veistu hvað ég vona að gerist? Ég vona að fyrst einhver annar gæi kom inn og Já. hún verði ekki Já, að hrifin og er bara ángríns. bye. Ég vona það. En ég held að hún væri bara svona, I'm loyal. Já, og hún lítur Loyal út fyrir að hann. sjúkla lawyer Já. bara. Og er ánægð og eitthvað. Síðan er það Faye og Liam. Já. Þau eins og við erum búin að ræða þarna áður að þau eru ekki að fara að endast eitthvað. Nei, ég held ekki. Ég held að hann muni mug her off, sko. Ég held að hún verði mjög Klárlega. skotin í honum. Já. Já. Síðan er það Chloe og Hugo sem vinir. Hún ákvað bara, herru, ég ætla bara að bjarga honum. Já. Svo ótrúlega random. Af því að henni fannst Brad bara það leiðilegur að hún var bara, ég get ekki coupled up með honum. Jú, hvað með Chucks? Hún var aldrei búin að eitthvað svona væpa við hann, Nei. skilur þannig séð. Það var eitthvað sem hann, já. Hún var að tala við hann og svo allt í því var Já. bara, it's too and too much, eitthvað. Að Já. það lét hann að bera á sig lotion. Já, henni fannst hún vera svona, þú veist, vera, Hún hún bara var- svona, hún krinsaði, já, hún já. krinsaði yfir honum, hann gaf henni of mikið. Já, en samt fannst, samt sem maður horfði á þetta gerast, það var eins og hún var enjoying it, Já, skilurðu. hún var bara, haha, Já, og það svo fyndið. kemur hann inn í herbyggju og er að tala um myndið og hún er bara, no, Já. it was too much. Hún er góð í að playa, sko. Hún er rosalega svona, það er svona mikið sem að triggerar hann að fatta. Já, já, hún er picky, Hún er mjög picky, sko. hún er picky, sko. Það komur óvart, ég held að hún myndi ekki vera svona picky, sko. Já. En þegar allir þessu voru búin að coupled up, þá náttúrulega stóðu eftir Chucks og Brad. Þeir stóðu tveir eftir og hérna, heldu, já. það ætla bara að vera að fara heim. Fengu SMS að Rachel væri mætt og hún bara strandar inn. Þannig að það er sagt, þú hefur 24 tíma til þess að ákveða hvort þú ætlar að enda með. Og hinn verður dumped from the island. Og hérna hugsaði ég strax, þarna bara við vitum þetta ekkert og ég náttúrulega veit ekki ennþá hvort hún velur. En ég hugsa hún velji Brad strax, bara út frá útliti og líka því mér finnst Brad líta út fyrir að fara, mér finnst hann líta út fyrir að ætla að verða mjög stór manneska innan Já, Love mér finnst þetta sé ekki búið hjá honum, Já. en samt held ég líka að Shannon myndi vera lengur, sko. Já, true. En, hérna, ég veit ekki, hún samt sagði við Brad bara, ég held ég geti treyst Chucks meira. Hún sagði það. Já. En ég held að Brad væri verra, þú veist, Já, hann er fyrir að, hana. já, En ég veit ekki alveg hvað hún gerir, sko. Ég var líka bara, er það búið? já, Ég verð að vita. ég veit það. Ég bara vita ekki. Og svo þurftu að bíða þá til á sunnudag til þess að vita meir, veist. Þetta bara gerast á föstudeginum. Nei. Jú, þetta gerast á föstudeginum. Já, svo til sunnudags, en samt kom núna valið í gær og hún fengum ekki að sjá Nei, valið. ég veit Það það. er býðað fram á mánudag, Já. það er brútal. En maður var bara eitthvað, er það grínast? En já, þannig að þú veist, Rachel kemur þetta inn. Svo kemur þáttur 6 sem í rauninni snýst bara um það að Rachel er að kynnast öllum, kynnast Brad og Chucks. Já, sorry, þú veist þá þætti 5, já. En þannig að, og hún sagði mitt við Brad, eitthvað svona, bara vera hreinskilinn, þá var ég bara eitthvað, og hún sagði, what's wrong with these bitches? Að hafa ekki coupled up með Brad. Ég er bara svona, ok, honey, ef þið finnst það svona myndalegur og það er engin gæla að velja hann, hvað heldur það að sé? Hvað heldurðu að sé? Þetta var því að hann er fáiði. Og hún bara leiðilegur. Já.
En þessi þáttur snýrst bara það að hún var bara að reyna að kynnast bæði Chucks og Brad. Og ég trúi hvorum. Nei. Það getur vel verið að Brad sé sjúklega hrifinn af Rachel og Chucks og eitthvað, en það er bara of mikið on the line að ég trúi því. Ég þarf að sjá það eftir á. Heldur að ég trúi meira Brad, sko. Já, hann reyndar búinn að lúkka meira svona authentic. Ángríns. Að hann sé skotin í Ég held að Chuck sé bara að reyna að bjarga sér, sko. Já. En Brad sagði síðan í spjalli við strákana, Rachel is the best option at the minute. Og það er þessi 3 orð í endan, at the minute, sem eru svona Sko. Þannig að, ok. Hann er alveg frá turn heads, sko. Já. Úff, ég veit ekki alveg hvor ég vill að fara, skilur. Ég vill sjá Brad lengur, bara því ég þekki hann aðeins meira. Það er bara það. Chucks geti verið bara Ég held líka að hann geti alveg fokkað allir upp, sko. Ég var til að sjá það. Ég var til að sjá hann í... Hann er gott TV, sko. Það er máli, ég var til að sjá hann í Casa Amor og svona. Já. En já. En Rachel er 29 ára. Hún er 29 ára? Hún er alveg gömul með allan inni, sko. Hún lukkar sko í mestalegi 22. Já, ég var í sjokki. Bara, good moisturizer, sko. 21 til 25, sem mest 26, og svo bara 29. Hún er aldursforsetinn, eins og Aldursforseti, sjokki. Já, en já, það verður spennandi að sjá. Við tökum það í næsta recapi, sem kemur eftir að Sunna er búin að fara í rannsóknarferð. Já, við erum að fara on a tour til að sjá hvernig Bretland er að taka í Love Island. Og ná í nýju brúsana. Já, við erum með gömlu brúsana. Við pöntum þetta fyrir þetta aukaefni hérna. Já. Stendur Sjönæfa. Og Birta Leif. Og við ætlum að fá okkur nýju sem eru þá heillitaðir og halda köldu og Já, heitu. svona chilies vibes. Það er svo skrítið að myndi, Við erum á Spáni já, með plastbrúsa sem haldi ekki heitu. einmitt, þau eru bara alltaf að drekka pissfullt vatn. Já. Og svo lofum við ykkur að við vissum smá skúp. Já. Jæja, við færðum okkur yfir í síman. Sorry. Já, það er svo motherfucking lélegt batteri á myndavélunum okkar. Þetta er alveg hrikalegt, sko. Já, þannig að þið afsakið, hvað segir maður, bara hljóðmuninn og geðmuninn. Já, þetta getur alveg gæst líka aftur, svona. Já, Það er að kaupa okkur nýja myndavél. bear with us. En já, við erum með leyndamál. Það er sérst félagi okkar sem er breskur, er mögulega að fara í Love Island og við viljum ekki segja hvað hann heitir af því við erum hræddum að einhver myndi senda honum kannski skilaboð eða byrja að followa hann eða eitthvað, bara spenntur að vita, skiljanlega. Já. En af því það má ekki segja neinum. Ef þú ert keppandi í Love Island, þú mátt ekki segja Sálu að þú sért að fara. En hann hefur það sagt, þú veist, sameiginlega vinni Okkar, já. Svona sagði þér Mér, þetta. já. Þannig að hann... Fljótt að fréttast. Já. Komið til Íslands, sko. En, sérst, já, bara fyrir góðu félag okkar sem við höfum bara verið með í London og neitt og svona og bara... Hann er búinn að vera að hitta sálfræðinga og eitthvað. Akkur. Og þú ert að hitta sálfræðinga um ferðin. Fara í svona psychiatric test. Til þess að tjekka hvort þú sért bara mentally stabil fyrir allt sem... Já, mjög gott, mjög jákvæmt með við, þú veist, allar sorgarfréttina sem maður hefur heyrt og skilabóðin sem þetta fólk fær. Já, algjörlega. Þú veist, þetta fólk fær svo ljót skilabóð, þannig að þú þarft alveg að vera mjög sterkur andlega til þess að geta tekið þessu. Okay. Þannig að hann er búinn að fara þannig viðtöl. Er hann úti í sótkví eða? Nei, hann er nefnilega ekki farin út, en það er málið, ef þú ert keppandi, þú veist, það eru margir núna keppendur sem eiga eftir að koma inn í vélina, sem eru bara heima í Englandi núna. Svo ertu bara kallaði til. Mitt gísk að ef hann fer inn, vinur okkar, á farin í Casa Amor. Hann verður einn af mörgum. Heldur það ekki? Það er svo fint að sjá hann. Já, ég veit það, því ég verður ekki. Ég held það, ég held hann sé ekki svona sendur einn inn. Nei. Heldur hann verður komið með mörgum. Það er bara mitt gísk. Pottþétt. Já. Casa Amor, sko. Já. En þetta var fyrsti recap þátturinn. Næsti kemur eftir að Sunna er búin að fara rannsóknarferð og ná í nýju brúsun okkar. Við náttúrulega getum ekkert verið hérna sísona eftir á. Þetta er ekki hægt. Little did we know að það var búin að skipta brúsa. Í fyrsta skipti í 7 ára eða eitthvað. Já. Og við bara loksins komum brúsan og... Keiftum þetta á mjög dýru verði, sko. Já. En já. Stendur Sunna á þessu, sko. Sunna á þessu. Mér mætti þetta í útdöðvel, sko. Nei, já, þetta fyrir beint af, sko. En við ætlum að fá okkur nýju brúsuna og þeir verða með í næsta, recapi. Sem kemur þá svona miðjan næstu viku. Já. Ekki? Af því þú kemur heima á vikudegi eitthvað. Monday. Kemur kannski að þriðdegi, vikudegi. Sjáumst í næsta Love Island recap. Og við erum spennt að sjá, Rachel, hvort þú munir velja Brad eða Chucks. Það kemur í kvöld, sko. Það kemur í kvöld. See you later, babes. See you, babes.